Vilhjálmur Árnason, til hamingju með nýjan meirihluta. Já, takk kærlega fyrir það. Hver eru svona í stuttu máli helstu atriðin í málefnasamningi og myndir svona skauta yfir bara í stuttu máli? Já, helstu atriðin eru náttúrulega svolítið breyting í skipulagsmálunum og við ætlum að ryðja hér hindrunum úr vegi við að byggja upp atvinnulíf og íbúðir, sérbýlin. Svo það ábyrgari og skilvirkari rekstur, þannig að við getum eflt hér þjónustuna og velferðarkerfið. Og svo það sjálfsögðu íþróttirnar að við munum leggja höfuðáherslu að efla íþróttastarfi í bænum og lækka álögur á bæjarbúa, bæði gegnum íþróttaiðkun barna og fasteignagjöld og annað slíkt. Hvað geturðu sagt mér eitthvað nánar hvernig þið ætlið að bæta reksturinn? Já, við erum með nokkur atriði þýr, til dæmis með betri áætlanagerð og eftirfylgni í framkvæmdum og full fjármagna framkvæmdir á þessum förum og svo viljum við líka bara að tryggja það að við séum að nýta fjármuni eins vel, þannig að við þurfum að endurskilgreina einhver atriði til þess að hvernig við forgangsraðum meðferð fjármuna. Þér hefur oft verið tíðrætt íþróttirnar og nefnir það núna líka, getur verið aðeins nákvæmari í því líka? Já, við hefum sagt að þetta sé svolítið þríþætt sem að þarf að gera með íþróttina, það rekstrarumhverfi íþróttarhreyfingarinnar, hvernig við bæði styrkjum það beint og gerum samstarfssamninga við þau. Þetta líka aðgengi barna að íþróttunum, hvað sem gegnum samgöngunar, en það náttúrulega fyrst og fremst aðgengi gegnum æfingagjöldin, þau þarf að lækka og þannig að öll börn óháð efna hafa aðgengi að því og svo það náttúrulega aðstæðan sem þarf að bæði að viðhalda og byggja upp nýja aðstöðu fyrir ákveðnar greinar og þurfum að forgangsraða því. Hvernig gekk að semja við Miðflokkinn? Samtalið gekk mjög vel, það var strax mikið traust á milli aðala, mikill málefnalegur samhljómur á milli flokkanna og það heyrðist strax í kosningabaráttunni og þessi flokkar voru ekki að skipta sér okkur öðrum í kosningabaráttunni heldur. Þannig að samtalið var bara gott og það byggist á trausti sem mikilvægt til þess að mynda sterka meirihluta að það sé mikið traust. Þú sendir út tilkynningu í upphafi árs, bara í janúar byrjun að þú ætlaðir að fara í þessa baráttu og vildi verða næsti bæjarstjóri og nú hefur það raungerst. Hvernig þessi tími svona, hvernig ertu búin að upplifa þetta? Þetta búið að vera rosalega skemmtilegu tími en þetta búið að vera mjög spennandi líka. Þetta var náttúrulega stór ákvörðun og stór áskorun að gera. Þannig að það mikil vinna og mikið af samtölum sem búin að vera skemmtileg og þetta búið að vera skemmtilegu tími en það náttúrulega ennþá skemmtilegra þegar markmiðið næst. Ertu búin að máta bæjarstjórastólinn? Nei, ég hef nú ekki mátað hann og veit svo sem ekkert hvernig hann lítur út. En hvað með þingstörfin? Hvernig mun þetta gerast í praxís? Já, það líka þá fyrir núna að ég muni að hætta á Alþingi þannig að nú þarf ég bara að taka það upp við minn þingflokk og minn varaþingmann og annað slíkt hvernig við framkvæmum það en ný bæjarstjóri tekur við í byrjun júní og þannig að ég mun nýta tíma fram að því að ákveða hvernig við ljúkum þeim málum. Þú hlakkar til að taka við rekstri Reykjanesbæjar? Já, ég hlakka mikið til því að taka við rekstri í bæ tækifæranna. Hér nefnilega mörg tækifæri og hér svo öflugt fólk. Þannig að það sem ég vil gera að losa þann kraft sem íbúarnir og fyrirtækin hér hafa og læðingi og þá verður samfélagið öflugt.